banka, býð þér inn. Vertu velkominn, herra minn. Þú púslar mér saman aftur og enn. Gefur mér von að þér mæti senn. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með kvöld. Ég er á leið, 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 ég er á leið til þín með kvöld. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín. Ég er á leið, ég er á leið, ég er á leið til þín með Góða kvöldið. Góða kvöldið. Reynum þetta einu sinni enn. Góða kvöldið. Já, gaman að sjá ykkur. Já, sömuleiðis. Bara fyrir kurteisækir. Gaman að sjá ykkur. Við ætlum að eiga góða stund hér í kvöld í Lindakirkju. Þetta er svo gott að byrja vikuna nákvæmlega með þessum hætti, koma hér í stuðið, njóta tónlistarinnar hjá þessum geggjaða kór, heyra Guðsorðið og biðja fyrir vikunni og umfram allt að eiga góða kvöldstund. Og það ætlum við sannarlega að gera. Og við skulum byrja því að merkja okkur krossins tákni og við segjum og gerum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og biðjum, Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss.
Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Fyrri ritningarlestur þessa Drottinsdags að finna í Predikaranum og hljóða svo: Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreyta sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist, en að matast, drekka og gleðjast af öllu erfiðu sínu, einnig það er Guðs gjöf. Ég komst að raunum að allt sem Guð gerir stendur að eilífu. Við það er engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Guð hefur hagað því svo til þess að menn virtu hann. Það sem var fyrir löngu og það sem verður hefur verið fyrir löngu og Guð leitar aftur hins liðna. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari lesturinn úr bréfi Páls til Korintumanna og hljóðar svo: Bíði, þetta er svo stór bók að svo erfitt að fletti í henni. Sko, þetta er hérna í 14. kaflanum og ég er búinn að finna þetta. Því að biðjist þið fyrir með tungum, biður andinn minn að vísu, en skilningur minn er ávaxtalaus. Hvernig því þá farið? Ég vil biðja með anda, en ég vil einnig biðja með skilningi. Ég vil lofsyngja með anda, en ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Ef þú lofar Guð með anda, hvernig á þá venjulegu maður sem viðstaddur að geta sagt amen við slíkri þakkargjörð, þannig sem hann skilur ekki hvað þú ert að segja? Ég þakka Guði að ég tala tungum öllum ykkur fremur, en á safnaða samkomu þá vil ég heldur tala 5 skiljanleg orð sem geta frætt aðra en 10.000 orð með tungu sem að enginn skilur. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýr sé þér Drottinn. Og svolítið magnað, hann átti erfitt með að sjá á Biblíunni og þá kviknaði allt í ljós í loftinu, öryggisljós eitthvað. Þetta var bara sending á himnum ofan. Og ég myndi finna staðinn. Alveg rétt. Og svo slokknar núna. En það er ekki alveg komið að næsta lagi. Því að nú er smá auglýsingahlé. Akkurat. Það er auglýsingahlé. Sóknarpresturinn, Guðni Már, hann ætlar að auglýsa hér það sem framundan er. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég mér langar bara stuttlega að segja frá því að á miðvikudaginn, núna 25. september, klukkan 6, þá verður hér dýrindismáltíð sem hún Ágústa mun töfra fram og þannig verður það síðan 8 miðvikudagskvöld eftir það, alltaf byrja á mat klukkan 6 og svo þegar það er búið að borða, að þá fáum við svona fyrirlestur sem er hluti af þessu alfa námskeiði sem við erum að fara með í gang
og síðan, þetta bara kynningakvöld, en svo eftir það þá þið líka skipt upp í hópa og á alfanámskeiði gefst okkur tækifæri til að kynnast kristinni trú, okkur gefst tækifæri til að efast og velta fyrir okkur og hverju kvöld alltaf tekið fyrir eitthvað efnum trúarinnar. Það tekið fyrir Biblían og hvernig hún varð til og hvernig hún samansett og heimildir þar að baki. Það talað Krist og af hverju kom Kristur í heiminn samkvæmt kristinni trú, af hverju þurfti hann að deyja samkvæmt kristinni trú, heilagur andi, sköpunin, það talað ýmislegt sem tengist trúnni. Má eiginlega segja, kannski þetta smá eins og svona fermingarfræðsla fyrir fullorðna. Og ef maður áhugasamur kristna trú, þá hefur þetta námskeið reynst mjög vel. Við erum búin að vera með þetta á hverju ári frá stofnun safnaðarins og margir hafa hlotið blessun sem hafa tekið þátt í þessu. Og ég get líka sagt okkur, hún Ágústa, hún eldar svo góðan mat, þannig að þú hafið engan áhuga á því sem að gerast akkurat það kvöld, þá farið alltaf sæl og glöð heim. En síðan hópurinn, þegar líður, þá farið eina helgi í Ölver, sumarbúðir, ekki hérna niður á barinn, sko. Og þar eigum við alltaf skemmtilegt samfélag og það svo gaman að það fólk á öllum aldri með ólíkan bakgrunn og maður kynnist alls konar fólki sem kemur til þess að fræðast og ég vildi bara segja ykkur frá kynningakvöldi núna og þetta alltaf frá 6 og alltaf búið klukkan 8. Þannig ef maður að gera eitthvað eftir 8 þá lofum við að við erum alltaf búin fyrir 8. Það meira í safnaðarblaðinu sem ég verð með þegar það gangið út, þá getið tekið með ykkur og svo þetta skrá sig á lindakirkja.is. Þetta var það sem ég vildi segja alfanámskeiðið. Skildu mækin eftir, Guðni minn. Takk. Til gamans langum að segja frá því að hér í kvöld 4 eða helmingur af lögunum frumsami lög eftir íslenska höfund og fyrsta lagi var Áttún Áslaug sem voru brúkuð saman í dag, alltaf að segja frá því. Gaman að því þegar maður á einhvern dag í lífi sínu. En næsta lag eftir Friðrik Karlsson sem var einmitt í Oslo í gærkvöldi með tónleika með Messoforti og einn kórfélaginn var nú þar. Ég hefði viljað vera þar, en svona þetta. Lagið heitir, Allt eða ekkert, svarið mitt með stjórninni. En hér kemur þetta með nýjum texta sem við nú sungið einhvern fyrir ykkur áður og það var eiginlega bara beiðni hans Freysa Karls. Hann stakk upp á því að gera nýjan íslenskan kristilegan texta við þetta lag og hér það, Jesús Kristur svarið mitt. Veitir mér tilgang, ávallt mig elskar.
tilgang, ávallt mig elskar og eilíft þín gefur í arf. Jesús Kristur svarið mitt, Jesús Kristur allt sem ég þarf. Hann veitir mér tilgang, ávallt mig elskar og eilíft þín gefur í arf. Og eilíft þín gefur í arf. Og eilíft þín gefur í arf. Ég get ekki klappað með stóru bókina, sko. En sjáu hvað ég duglegur búinn að læra að fletta. Akkurat á réttan stað. Nú skulum við rísa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi. Margir tollheimtumenn og bersyndugir sátu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farisea sem sáu hann samneytti tollheimtumönnum og bersyndugum sögðu þá við lærisveina hans: Hann etur með tollheimtumönnum og bersyndugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Og þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér Kristur. Við skulum játa hina heilugu trú. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprísu mannsins og eilíft líf. Amen.
like man. You understand me. See people change one day, they don't like you, the next they do. I wish that everyone could love me just like you. So here I am, the sinful man, please won't allow. I was wondering, can you hold me now? I was wondering, can you hold me now? To every broken person that may hear this song, to every boy or girl that feels the smile is gone, I know exactly how it feels to lay in the bed at night and cry, and cry. Don't you worry, God is faithful and He cares about the tears you drop and the pain you feel. He's there when you are weak. That's when He's strong, even though you don't know how. Yeah, 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 yeah. God can, and He will hold you now. God can, and He will hold you now. God can, and He will hold you now. Don't you worry, He can hold you now. Nú er ég búinn að fá að vera hér í afleysingum í tæpa 2 mánuði og stundum er sagt, glöggt er gests augað. Og ég ætla nú ekkert að rósa sjálfur mér, og maður þarf ekkert að vera sérstaklega glöggur til að sjá það að eitt af megin einkennum safnaðarstarfsins hér í Lindakirkju er hvað er óbóðslega gott og öflugt tónlistarstarf.
Og það sjáum við bara hér, sunnudagskvöld eftir sunnudagskvöld eftir sunnudagskvöld, allt árið kring, að við njótum þessa frábæra kórs, heyra lögin, heyra textana sem að ramma svo vel inn boðskap trúarinnar. Já, við hrífumst og njótum öll með. Það nefnilega svo magnað hvað tónlist, hvað hún hefur mikil áhrif á mann. Þetta sjáum við svo víða. Bara þegar að fólk að velja tónlist í sína stæðstu stundir. Get ímyndað mér það þegar að Áslaug gifti sig á sín tíma. Hvað mörg ár síðan? Já, ég skiptir ekki máli. Þau ekkert voðalega mörg. Hún svo ung. En nei, þegar fólk að undirbúa sig fyrir brúðkaup, þá skiptir lagavalið miklu máli. Velja falleg lög, velja lög sem hæfa tilefninu, velja uppáhaldslög, velja lög sem að segja eitthvað, þýða eitthvað. Og eins það í jarðarförunum, þegar að fólk að eiga sínar erfiðustu stundir. Lagavalið skiptir heilmiklu máli að það sé ykkur huggun, uppörfun og von. Tónlist hefur nefnilega ótrúlega mikið að segja í samfélaginu og ekki síst þessum kirkjulegu athöfnum. Og meira segja var það einu sinni þannig að þá var ég átti eina uppáhaldssögu sem ég notaði mjög gjarnan í ræðum. Ég ætla að segja ykkur hann á eftir í lokin þessa sögu. Og hún sagði svo mikið, hafði svo mikla þýðingu. Og einu sinni þá var ég búinn að segja henni nokkru sinnum og sá þarna mann sem hafði örugglega heyrt hana 2 eða 3 hjá mér. Ég var alveg ægilega og aumingjalegur og afsakaði mér svo í bak og fyrir þegar athöfnin var búin. Og ég sagði, fyrirgefðu vinur, þú ert náttúrulega búinn að heyra þessa sögu svo oft. Hvaða sögu var það? Nei, sem ég var að segja þarna. Að blessaðu vertu, sagði kallinn. Ég man ekkert hvað presturinn segir leið og ég lappa út í kirkjuna og ég búinn að gleyma því. Þannig að ég sagði, já, held ég áfram að nota þessa sögu. Og svo held hann áfram, ég kem bara til að hlusta á tónlistana og svona. Og tónlist, svo ég haldi nú áfram að tala hana, að þá búið að sýna fram á svo mörgum sviðum hvað hún hefur mikil áhrif. Meira að segja það þannig að það talið að hafa áhrif á börn í móðurkviði hvaða tónlist hlustað á. Og það veit ég líka að í gegnum kynslóðir þá hefur fólk oft haft miklar skoðanir á því hvaða tónlist börnin þeirra að hlusta á. Ég man að afi sagði mér það einhvern tímann að hann þoldi ekki tónlistina sem pabbi hafði gaman af þegar hann var unglingsárum. Lenny Kravitz og eitthvað svona. Hann á að hlusta á Bach, hann á að hlusta á einhverja almennilega músík en ekki þessa ömurlega rock sem hann alltaf hlusta á. Þetta ekkert músík. Og svo man ég til því að þegar ég var á mínum unglingsárum að þá kom pabbi og ég var að hlusta á Bryan Adams, mjög góður tónlistarmaður og norsku snillingan í AHA. Þá kom pabbi og sagði, nei, ertu að hlusta á þetta? Hlusta nú frekar á Lenny Kravitz, það miklu betra. Og ég hét mér því þarna á þessum tíma að ég myndi aldrei fyrir að gera athugasemdir við það hvaða tónlist börnin mín myndu hlusta á. Þetta væri bara til marks það að maður væri orðinn gamall og bara hefði takmarkað þolinmæði fyrir einhverju öðru heldur sem hann líkaði sjálfur. En ég var óheppinn, ég var einstaklega óheppinn því að þegar sonur minn helsti fór á unglingsárin að þá var rapptónlist svo vinsæl. Og það var nú bara hlutlaust mat hjá mér og hafði ekkert með aldurinn eða skoðanir mínar að segja hvað þetta var ömurleg tónlist. Ég náttúrulega bara gamall lúðrasveita maður úr Vestmannaeyjum og veit alveg hvernig takturinn á að vera. En þarna voru menn sem voru bara afskaplega bæði óskýrir í framburði og lög sem að voru, þetta var engin laglína, þetta bara svona eitthvað, menn bara segja eitthvað og óbúslega rætt og svo gangast ekkert einu sinni við sinni eigin músík. Hvað heita þessi menn? MC Gauti, Króli og Herra Hnetusmjör. Maður fyndi það fólk aldrei í þjóðskrá. En svo, og tala nú ekki þarna á þessum árum þegar minn sonur var að verða unglingur, að þá var lagið þeirra, Jóa P. og Króla, svo vinsælt, sem eitthvað svona
Ég slaggur að lifa og njóta, þessi dagur er góður, ég finna. Ég bara, hvað menn að syngja hérna bara á færeysku? Eða er þetta hilli nú bara undir endalok íslenskrar tungu? Þetta var það sem unglingarnir hlustuðu á. Ég slaggur að lifa og njóta. Svo reyndar fór ég nú opnaðist nú hjartað mitt og það nú út að ég vildi nú alltaf ekki viðurkenna það að ég væri miðaldra, þannig að það opnaðist nú hjartað og hugsaði bara, já, kannski er þetta nú allt í lagi. En sko ekki músíkin, sko. Þú veist, textin, ég slakur, svo ég þýði þetta nú fyrir ykkur, þá er hann að segja, ég slakur að njóta og lifa, þessi dagur er góður, ég finn það. Og ég hugsa, er þetta kannski bara ekki akkurat þess sem að unglingarnir þurfa að heyra, vera bara slakir, að njóta og lifa og vera bara svona, njóta hvers dags og líðandi stundar. En sko, því að það er bara þannig, og svo fór ég bara að hugsa þetta lengra, að þetta er kannski líka bara endur ómur úr boðskap frelsarans. Vertu slakur, ekki vera að dæma, ekki vera að hafa áhyggjur af morgundaginn. Eða sér, lifðu lífinu, njóttu hverra stundar sem þeir eru gefin úr drottins hendi og njóttu samfélagsins sem þú býrð í. Njóttu þess að geta lagt eitthvað gott til. Já, vertu bara slakur að njóta og lifa. Það er bara mjög gott að gera það. Því það er svo margt gott í þessum degi, akkurat í þessum degi, þó hann sé eins hversdagslegur eins og hægt er. Út af það er alveg hægt að vakna eða fara öfugum megin fram úr og vera alltaf að hugsa það hvað allt er ömurlegt og hvað manni vantar og hvernig hlutirnir eiga að vera hinsegin eða hvað. Og það er einmitt eins og við heyrum í Guðspjalli þessa drottins dags. Það sem að menn voru með gætur á Jesú og hjá hverjum sat hann? Sat með öllum sóða líðnum, ber syndugum og tollendum mönnum, þessum mönnum sem hefði stólið og rænt og voru bara óbóðslega óvinsælir í samfélaginu. Hvað Jesús að þykjast að vera með þessum mönnum? Og þá svarar Jesús með þessum snilldarorðum, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeim sem sjúkir eru. Og málið var, og það lesum við nefnilega aftur og aftur í gegnum sögur Guðspjallanna, hvernig fólk tók eins og svo oft orðað sinnaskiptum eftir að hafa verið í samskiptum við Jesú. Hvernig hann breytti fólki, breytti hugsunarættunum. Öll þekki við sögunum hann Sakkeus sem var allur betri eftir að hafa átt hádegisverðarfund með frelsaranum og það eru mjög margir. Og málið er það að þetta er ekki eitthvað sem var bara að gerast í gamla daga þegar Jesús gekk hérna á jörðinni. Því við sjáum það aftur og aftur og aftur hvernig þessi saga er að gerast. Og nú er komið að sögunni sem að ég sagði svo oft og er svo frábær einmitt þetta. Sko, það var maður sem hafði verið mikill drykkjumaður, en með Guðs hjálp að þá hafði hann látið af drykkjuskapnum og fór að rækta trúna sína. Og nokkrum mánuðum síðar þá hitti hann annan félaga sem var afskaplega mikill andstöðumaður kristninnar og gerði frekar gys að trúnni og svo sagði hann, jæja, svo að þú hefur tekið sinnaskiptum og þykist lifa einhverju betra lífi. Já, sagði hann, nú, þá hlýtur það nú að trúa kraftaverk, sagði maðurinn í hæðinni stólnum. Jú, sagði maðurinn, ég trúi sannarlega á kraftaverk. Jæja, þú getur þá kannski útskýrt fyrir mér hvernig Jesús gat breytt vatni í vín. Og þá sagði maðurinn, nei, það get ég ekki útskýrt, svaraði hann. En komdu með mér heim og þá skal ég sýna þér annað kraftaverk sem að Jesús hefur gert þar. Því hann hefur breytt öl og brennivín í húsgögn, góð föt og hamingjusama fjölskyldu. Og hann hefur breytt lífi míns
mínu lífi, fjölskyldunar og allra þeirra sem standa okkur nærri til góðus. Út af því að ég opnaði hjarta mitt fyrir honum, boðskap hans, og hann beindi mér á rétta brautir. Og þess vegna segi ég að þessi saga sem við heyrðum í Guðspjallinu áðan, hún að gerast með einum eða öðrum hætti aftur og aftur og aftur. Að við opnum hug og hjarta fyrir boðskap frelsarans og leyfum honum að beina okkur brautirnar á lífinu. Það okkur sannarlega til góðs og okkur til blessunar. Og ef að þið eins og kallinn sem að man ekkert sem presturinn segir, að þá getið þið allavega muna þessi orð úr laginu hérna áðan, sem svona í lauslegri þýðingu: Guð trúr og honum annt tárin sem þú fellir og sársaukan sem þú finnur fyrir. Hann með þér, þegar þú ert veikur, þá styrkir hann þig. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og Heilögum Anda, sem var í upphafi og verða mun aldir alda. Amen. Og nú syngjum við meir. Ekki rapptónlist samt að það. Ég held við getum sameinast það að þetta lag sem við ætlum að flytja núna sé eitt af okkar allra fallegasta lag Íslandssögunnar. Þetta eftir hann Gunnar Þórðarson. Ég var að spá í að taka eitt lag með Ragga Bjarna hér í kvöld að því hann hefði orðið nýraður í dag. Blessuð sé minning hans. Síðasta gigið hans var hér í Lindakirkju í desember með Eyþór Inga og Kór Lindakirkju. Við vorum þar að syngja með. En við ætlum að flytja þarna lag sem að hún Dilja og gerir svo gullfallega með okkur og heitir Vetrarsól. Skorta þetta eitt sem að enginn getur keypt. Já, hversu ríkur sem þú telst og hversu fullar endur fjár, það áttu minn en ekki neitt. Ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir mér inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sjá mig lifna við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós, mín vetrarsól.
enginn hér sem stendur kyrr aðrir hverfa á braut sem við þér jafnan veg og deilir með þér gleð og sorg. Þáttu minn en ekki neitt ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður kalt og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég nýja hönd sem mér lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós. Það komin vetrartíð með veður kalt og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég nýja hönd sem mér lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós. Komin vetrartíð með veður kalt og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég nýja hönd sem mér lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós. Mín vetrarsól. Dásamlegt. Tónlistin hefur sannarlega mikil áhrif. Og nú koma þeirri stund að við ætlum að biðja saman. Og ég vil sérstaklega minna á það að, bænastundin þannig að kórinn okkar, hann syngur á meðan við biðjum hvert og eitt fyrir okkar bænarefnum og meðan að þá getum við líka gengið hér að bænastjakanum þar sem við getum tendrað ljós fyrir bænarefnum og fyrir fólki sem vil biðja fyrir og einnig skrifa þar á miða bænarefni sem verður svo beðið fyrir hér á bænastund á fimmtudögum. Og ég hvet ykkur endilega til að nýta ykkur það. Bænastekkin hér aftast í kirkjunni. En við skulum biðja. Blessa mig.
almáttugi Guð, við þökkum þér að þú ert hér. Ekkert á smátt fyrir þínu heilaga augliti og þú heyrir allar bænir okkar. Sérstökum hætti felum við þér samfélagið okkar, þjóðina. Biðjum fyrir öllum þeim sem hér lifa og starfa og biðjum þess að kærleikurinn verði eina vopnið í þessu samfélagi. Biðjum þess að þinn friðarboðskapur nái hug og hjörtum þjóðinni til blessunar. Já, Drottinn, við biðjum þig fyrir þeim sem að syrgja og sakna, fyrir þeim sem búa við veikindi og sjúkdóma og biðjum þess að þau sem búa við skort eða föst í fjötrum fíkna eða búa við hungursneyð, að þau finni fyrir nærveru þinni og þeir sem meira hafa veiti af sínum nægtum. Já, Drottinn, gefað öll þau sem eru veikri stöðu, finni fyrir þeim styrk sem þú gefur á lífsins göngunni. Þess biðjum við í Jesú nafni og allar bænir okkar sameinum við í þeirri bæn sem Drottinn kenndi og við biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú bið ég þau sem eiga þess með að rísa úr sætum og meðtaka hina drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Gjörðu svo vel, fáðu sæti, og áður en við förum í lokakveðjuna, að þá var prestinum á í messuna á hann að ruglaði saman Lenny Kravitz og Led Zeppelin. Fyrirgefið það. En ég veit alveg það smá munur þarna á. En förum í friði Drottins og þjónum honum með gleði. Já, gerum það. Amen. Og hér kemur lag sem við aldrei flutt áður í lokin fyrir ykkur, sérstaklega í kvöld. Textin á vel við, þetta lag eftir að Gunnar Þórðarsson sem heyrist allt og sjaldan, hvergi finnanlegt á netinu en einstaðar nema í Lindakirkju hér í kvöld. Og þið getið hlusta á þetta aftur þegar þið komið heim. Frábær texti eftir Friðrik Ellingsson og Magga og Bryndís og Rósalind ætla að leiða okkur í þessu lagi. Stórkostlegt lag og við skulum ganga á gullnum vegi. Takk fyrir í kvöld. Hér kemur Gunni Þórðar. Á gullnum
draumana, örvæntingin blindar vonina. Einhvern tíma hafa allir mist, undir djúpi sem sáugist. Ef að lífið þetta einskisverk, einhvern tíma, enginn skilur hvað þú þjáður ert. Skammast stund, mundu þá að lausnin eina ljósið sem að býr í hjartan þér. Ef þú gæðir það og heldur af stað og gengur á fullum vegi, englar fara fyrir þér. Þú átt ljósið, öðrum að lýsa þeirra leið í heimi hér. Já, gangtu á fullum vegi, aðrir fylgja eftir þér. Þér var ætlað öðrum að vera leiðarljós í heimi hér. Takk fyrir kvöldið, takk fyrir samveruna. Og Guðni ætlar hér að vera með blöðin, lifandi vatn, selur þetta á 800 krónur hérna frammi. Nei, þetta er alveg ókeypis, en séðið með 800 kall þá má endilega gefa í lyftisjóðinn. En allavega, takk fyrir kvöldið. Það er hér alfanámskeið eða kynningafundur á miðvikudaginn og svo vil ég segja ykkur það á miðvikudaginn þar og eftir að þá er annar fundur af Kallakaffi klukkan 10 hér að morgni og kemur hann Bogi Agnarsson fyrir þyrluflugstjóri á Landhelgisgæslunni sem ætlar að tala við okkur. Förum hérðan í Guðs friði, takk fyrir samveruna.